Síðdegisútvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugsinni, þar sem ekkert er gefið eftir. Hann sigldi út höfin blá í 17 ár og sjómennsku kunni hann upp á hár. Hann saknaði alla tíð stúlkunar og mynd hennar stöðugt í hjarta hann bar. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, því heima vil ég helst vera, ó María, já þér. Í höfnum var hann hrókur mikils fagnaðar, hann heillaði þar alla stúlkunar, en aldrei að meyjarnar augun leit, það átti ekki við hann að rjúfa sín heit. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, og heima vil ég helst vera, ó María, já þér. Loks kom að því hann vildi halda heim á leið, til hennar sem satt þar og beið og beið. Hann hætti til sjós, tók sinn hatt og staf, og heimleiði sigldi ólgandi haf. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, því heima vil ég helst vera, ó María, já þér. En flýi bar hann aldrei heim að Fjarðarströnd, hann ferðast meira ókunn lönd. En María bíður og bíður enn, hún bíður og vonar hann komi nú senn. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, því heima vil ég helst vera, ó María, já þér. Ó María, mig langar heim, ó María, mig langar heim, því heima vil ég helst vera, ó María, já þér. Ó María, já þér, ó María, já þér. Síðdegisútvarpið með Arnþrúði Karlsdóttur og Pétri Gunnlaugsinni, þar sem ekkert er gefið eftir. Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er Vigdís Hauksdóttir, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar. Velkomin. Takk fyrir. Nú, þið í þinginu voruð að ræða sparisjóðin í Keflavík og það sem gerðist á sínu tíma varðandi fjármál þessa sparisjóðs.
Já, og raunverulega sparisjóðskerfisins því að það sem vorum að ræða á fundunum í gær raunverulega svona samantekt á rúmlega 500 milljón króna rannsóknarskýrslu sem var farið á stað með. Já, og kom ekkert fram í henni þetta náðilega mikið. Þetta var náttúrulega svo óskaplega víðtæk skýrsla og þetta varð endaði þannig að það fór nefndarmaður úr nefndinni og þetta var þarna mikil hárest á sínu tíma en hún var dýr. Og ég ætla að gera það tillögu minni við Brynja Níelsson sem heldur utan þessi mála, þessi fulltrúi sem fór úr nefndinni verði kallaður kannski bara á fund til að fá þar útskýringar. Af hverju hún hætti? Auðvitað því að það kemur þarna bersinni ljós í þessari skýrslu. Hann ekki dómari héraðstofu? Jú, virðuleg konum en virðulegt embætti. Já. Það virðist hafa eitthvað slegið í brínu þarna milli og það verður absolutt að fá að heyra hennar sjónamið í þessu því að svo raunverulega þessi rándýra skýrsla í mörgum bindum. Kostar hann ekki 650, kostar hann 500? Mér myndi hún hefði kostað 750 en hérna svo var sagt nei hún var aðeins ódýrari en sko ef hún 650 að því sagði ég rúmlega 500 en svakalegi peningar Hvað voru hver að fá þarna 1-200 miljónir á þessu nefndum? Þetta var alveg ótrúlega skrítið og svo náttúrulega kom þetta líka upp að svo voru þeir skýrsluhöfundar sem kláruðu verki voru sakaður ritstuld og allt þetta þannig að þetta var allt rosalega skrítið en þetta gerist í tíð síðustu ríkisstjórnar en allt svo, það sem að kemur helst upp úr þessari rannsóknarskýrslu því það var saga, sko sparisjóðuna var rakin allt í stofn þeirra og óbúslega mikill sko pláss og tími og peninga sem fór í akkurat að skrifa sögu sparisjóðuna að þá stendur eitt upp úr sem svona áþreifanlegt og áfellisdómur yfir Steingrími J sem fjármálaráðherra á síðustu ríkisstjórn og Gylfa Magnússyni sem þá var viðskipta- og efnahagsráðherra og þeir komu fyrir fundnefndarinnar í gær. Það þetta sem kemur fram í skýrslunni að fulltrúar Seðlabankans staðfestu það að sparisjóðurinn í Keflavík var endurreistur gjaldþrota og það vissu allir að væri gjaldþrota og væri ekki greiðslufær. Hann var samt endurreistur í tíð þessara manna og breytti í SPKF og að það var bara staðfest það sem stendur í skýrslunni að pólitíkin og pólitískur þrýstingur ákveðina aðila á síðustu kjörtímabili leiddi til þess að hann var endurreistur sem SPKF með tilheyrandi kostnaði fyrir skattgreiðendur. En hvað sagði fjármálaeftirlitið við því að verið væri að endurreisa bankan með þessum hætti? Þeir fría sig nokkuð ábyrgð, það kom skýrt fram á fundunum og ég hvet fólk til að skoða fundin því að hún var streymt á netið og til undir Alþingisvefnum og líka Vísir var með tók upp fundin allan, það vakti athygli mín að RÚV var fjarverandi hvorki með upptökumanni, fréttamannin og fundinu því þetta snertir svo sannarlega landið allt og hinnar dreifðu byggðir þar sem sparisjóðinni voru en þeir hafa ekki flutt eina frétt af þessum tæplega 3 tíma fundi þar sem málin voru krufin. Pólitískir hagsmunir voru fyrir hendi til þess að þeir fóru þessa leið að endurreisa gjaldþrota sparisjóð. Það kom ekki nægilega skýrt fram á fundunum. Hægt að endurreisa gjaldþrota sparisjóð? Auðvitað ekki frekar en annað gjaldþrota fyrirtæki nema náttúrulega eins og það sem var gert á síðasta kjörtímabili Steingrímur fór þá leið að líta á ríkissjóð sem sinn eigin bauk. Já. Og hann sagði að tap ríkisins á endurreisn sparisjóðakerfisins hefði bara verið pínulítill fórnarkostnaður í þessu gríðarlega erfiða verki sem hann var í. Hann fer alltaf í þennan vorkunargýr að hann hefði verið staðið frammi fyrir svo erfiðum verkefnum að 32 miljardar sem að þetta kostaði hefði verið bara lítið fé með við fórnarkostnaðin og hvað þetta hefði allt sem hefði verið erfitt sem að sýnir á hvaða skelvingar villigötum aumingja maðurinn var og að geta réttlætt þetta fyrir sjálfu sér. En hvaða pólitískir hagsmunir það sem að bæði fjármálaráðherrann og viðskiptaráðherrann voru að verja með einhverjum hætti? Beinlínis kemur fram skjaldborgum svo við notum. Stefna síðustu ríkisstjórnar var að slá skjaldborg fjármagnseigendur og hefja umsátur fyrirtæki og fjölskyldur eins og þetta bersýnilega sýnir. Það stendur þarna á einu staði í skýrslunni að pólitíkinni og stjórnsýslunni hefði bara hreinlega verið allt saman og það urðu
sko kröftugir árekstrar þar en Steingrímur og ríkisstjórnin og pólitíkin hafði betur. Það stendur ekki í skýrslunni Pétur en lítill fugl hefur sagt mér að þetta hefur verið fórnarkostnaðurinn fyrir því að Sparisjóður Þórshafnar hélt velli þar sem að Steingrímur og hans fjölskylda eiga ykkur hlutdeildarskírtin í. Ég hef ekki sannanir fyrir því. En hvað segir hann? En ég held að sé öllu líklegra að það sé ástæðan sé svo sama og stendur í hóp stýrinemdar sem að Steingrímur stofnaði varðandi gjöf til kröfuhafa með stóru bankana. Já. Að það að þjónka kröfuhafa. Enda sérðu hver græðir út úr þessu sparisjóðsdæmi 32 milljarða, 32.000 íslenskar milljónir. Þetta hann allt í vasa kröfuhafa. En hvað? Og Steingrímur bara afhendi það með bros og vor og bravúr og kallar þetta bara frekar lítinn fórnarkostnað. En hvernig réttlætir hann þetta þegar hann mætir hjá nefndinni og segir hann, já, hvað segir hann? Hann segir að þetta hafi verið lágar fjárhæðir að hans mati, en ekki það nú réttlætingi fyrir þessu? Það þarf einhvern frekari rökstuðning fyrir það að hafa gert þetta, því auðvitað gátu bara þessar fjármálastofnun farið í þrot eins og gerist með lögaðila og félög og reyndar einstaklingar líka. Að sjálfsögðu, því ef ég tek þann feril fyrst, því það var búið að greina stöðu Sparisjóðuna 2008 og í árslok 2008 þeim var raunverulega skipt í þrennt. Eitt hlutin var lífvænlegur, annar hlutin þurfti örlitlar ríkisaðstoð og þriði hlutin var gjaldþrota fallegt og átti raunverulega að leggja niður eða renna innistæðunum inn í þá banka sem var búið að stofna, eins og var gert með Sparisjóð Vestmannaeyja núna fyrir ekki svo löngu síðan. Og fengur þá lífvænlegu fyrirtæki kannski minni í raun og veru var minni skilningur á stöðu þeirra heldur í fyrirtækjunum sem voru bara beinlínis gjaldþrota. Ég að tala Sparisjóðuna. Þeim var skipt í þrennt. Já, og það voru Sparisjóður í landinu þessum tíma sem hefði ekki tekið þátt í þessu geggjaða gengislána dæmi eins og þessir sjóðir sem voru gjaldþrota í bankahruninu. Já. Eignir þeirra var uppistæðan 35-48% gengistryggð lán sem voru alltaf ólögleg frá lagasetningu 2001 vexti og verðtryggingu, það sem beinlínis segir í lögunum að gengistryggð lán eru ólögleg. En svo gerist þetta í stað þess að taka hræið, það talað að Sparisjóðurinn sé rotnandi lík eða eitthvað slíkt. Sparisjóðurinn í Keflavík. Já, Sparisjóðurinn í Keflavík og það kemur fram í rannsóknarskýrslunni að þetta var fulltrúi að með minni Seðlabankans frekar en FME sem að lýsti þessu svona fyrir rannsóknarnefndinni. Þannig að hann var bara steindauður, sjáðu. Í stað þess að taka þá bara loka sjóðunum og taka innistæðunar og bjarga þeim að því þær voru með ríkisábyrgð eftir yfirlýsingu stjórnvalda ekki innistæður, þá var skapað þetta millistykki sem hét SBKF sem að endaði svo fyrir rest inn í Landsbankanum, fyrir rest og mat fjármálaráðuneytisins versus það var skipað gerðardómur fjármálaráðuneytis taldi að þyrfti að leggja þá sjóðunu til 12 milljarða, ríki þyrfti til þess að leggja inn í Landsbankan, en gerðardómur og svo var matið mjög mismunandi allt upp í 28 milljarða sem vantaði inn, en gerðardómur komst að því að ríkið þyrfti að leggja 19,6 milljarða inn í Landsbankan til þess að tryggja þessar innistæður sem komu með þessu dauða rotnandi líki fyrir restin í Landsbankan. En tótal sparisjóðarsnúningarnir hjá Steingrími kostuðu 32 milljarða. En þá komum við að því hvernig Steingrími ver sig og það mjög athyglisvert. Já, heyru það. Hann dettur í fórnarlambsgírinn að þetta hafi verið svartir dagar, mikið álag, mikið að gera, kerfið hafi verið vandbúið og slíkt og hvort að sé nú kægt að líta til þeirra hluta. Sko hann er hálffarinn að biðjast vægðar en það kannski er hún nú farið að gruna það hvað er í vændum varðandi skýslunum einkavæðingu bankana seinni. Það var ekki hægt að gera þannig kröfur til hans út af ástandinu sem ríkti. Ég meina að þetta er náttúrulega bara tómt kjaftaði, það var ekkert panik ástand seinni hluta árs 2009 og 2010. Panikið var í bankahruninu 2008. Já. Panikið var þá þegar
sú ríkisstjórn sem starfaði þá undir forystu Geirs H. Haarde setti neyðarlögin, kom nýju bönkunum á stað og tryggði greiðslujöfnu við útlönd. En þegar hann talar þessi rök Steingríms eru hjákátleg en þegar hann í talar samanburði við panik það. á hann ekki bara við þrýsting frá kröfu? Er það ekki þessi panik sem hann Já, ef hann upplifir þennan þrýsting sem hann frá kröfuhöfunum sem panik, þá er það svolítið athyglisvert. Já, þá er það svolítið athyglisvert því að ég get ekki trúa því að það hafi verið eitthvað panikástand því að það var allt látið eftir kröfuhöfunum. Já. Þeim afhendir nýju bankarnir á silfurfati, Arion og Íslandsbanki með miklum stórkostlegum heimamundi frá Íslenska ríkinu upp á fleiri 20 milljarða. Og hvaða önnur rök er hann að setja fram? Þau voru nú harla lítil, önnur rök sem hann setti fram. Já. En hann að sjálfsögðu þvær sínar hendur af þessu og það gerði Gylfi Magnússon líka. En Gylfi sagði þetta hefði alveg verið rekstral kostnaður hjá þeim, var ekki útlánastefnan alveg í rúst? Algjörlega í rúst og safnið þeirra ónýtt og hann sagði það fjall ekki kostnaður ríkið eftir við bjökkum til SPKF, hann er náttúrulega bara að reyna að verja sig, þetta er bara rangt því að staðans versnaði, það kom skýrslu eftir skýrslu frá FME að staðan væri alltaf að versna og þessi rök Gylfa ef að þetta vandamál og þetta tap ríkisins á Sparisjóði Keflavíkur hafi allt verið orðið til áður en SPKF var stofnaður. Ég spurði hann líka að því hvernig datt ykkur þá í hug að leggja með þessu og stofna nýjan sjóð. Þú veist, hann var bara fría sitt tímabili ríkisstjórn eins og alltaf ekki bend á mig. En nú voru þessi útlán eða það sem að bankin átti, þetta voru ónýtt lán mörg og það var haldið fram og ég held að kom fram í einni skýrslunni hjá fjármála eftirlitinu að það var verið að lána háar upphæðir í gegnum síma á þess að vera skrifað undir skuldabréf. Er það rétt? Ég hef ekki nákvæmlega ég hef ekki skoðað það nákvæmlega. Mér vantar 200 miljónir, já, og svo bara færa þetta á reikning hjá sér og það hafi ekki verið eins og niður vantar kannski skuldabréf eða einhverja viðurkenningar. Sjóður ef hann tæmdur innan eins og aðri bankar á þessu tímabili. Þannig að þeir ætli sér aldrei að lögsækja menn eða þeir stóðu ekki skilum. Já, það hefur nú verið það hefur að minnstakosti einn einstaklingur hlotið dóm fyrir. Þetta er ekkert annað refsivert aðtæfi og það er svona með peningana. Þetta er bara eins og að stela peningum og okkar. Já, en það hafa fallið dómar þarna yfir að mér minnraði að minnstakosti einum einstaklingi sem að var látum bera ykkur ábyrgð þarna en innherja viðskipt og selja bréf í bankanum og allt þetta var allt sem löngu komið á húrrandi hausinn áður en banka hrunið skall á. En nú ef við lítum tilbaka og náttúrulega notið sömu brögð Pétur eins og var notið með í stóru bankunum að það var verið að búa til verðmæti akkurat á þessu að fá leppa eða fá lán og útlán og innlán og verið að hífa upp verðið til að falsa myndina. Já, en hér áður fyrir voru þetta traustar lánastofnanir, Sparisjóðirnir, Spróan hérna í Reykjavík og þetta voru svona íhaldssamar stofnanir sem lánuðu til húsakaupa. Já, ofsalega góð hugmynd á sínu tíma. Já. Bakjarlar í mörgum á þessum stöðum. En þeir voru nú ekki að lána í atvinnureksturinn mikið. Svo fóru þeir að gera það meira. En hvað gerðist í raun og veru? Var það vegna þessum rekstri var í raun og veru, eða rekstraforminu var breytt? Núna þurfti að fara að gera eitthvað allt annað heldur en hafði gert því að Sparisjóður Vélstjór var alltaf mjög traustur sparisjóður og yfirleitt þessi sparisjóður og voru reyndar ennþá, þeir eru nú til ennþá sem betur fyrir, á nokkru stöðum út á landi eins og þú sagðir. Ég til að þetta hafi á eitthvað hátt peningagræðki átt þátt á máli. Svo var lögunum sparisjóðuna breytt að þeir fengur rýmri heimildir. Sem áttu stoppbréf, þeir fóru að selja það. Og það voru alls konar stjórnmálamenn sem kom að því. Já, Össur Skarphéðinsson og Árni Þór Sigurðsson. Sendi herran í Moskvu? Já, átti hann þarna líka, já. Já, sem að þá er Árni. Já, nei, hann er hann ekki sendi herran á norðurslóðum. Já, það er allavega að hafa poppað upp í umræðinu. En þarna voru stoppbréf og þau voru seld á, þeir fenguðu þessi bréf fyrir ekki neitt. Fenguðu það fyrir það að setja í borgarstjórn Reykjavík. Já, til dæmis. Og síðan gáttu selt þetta á 50 milljónir. Já.
og það var nú eitt hérna sem fór í mál eða kærði það þegar var fyrirverandi ríkisendurskoðandi, hann vildi fá meira fyrir heldur en 50, svo hann kærði ákveðin lögmann og það var farið í mál við hann eins og hann hefði brotið eitthvað af sér, hann var nú sýknaður en það var vegna þess að hann var milligöngumaður í þessu og hann átti að fá miklu meira fyrir þetta fyrirverandi ríkisendurskoðandi heldur en 50 milljónir. Já, okay. Hvað vildi hann fá 100? Ég er að hefða þetta fyrst og þetta er náttúrulega ótrúlegt og hvernig var hægt að versla með þetta? Lögunum var breytt í þá veru að svona hálf græðgisvæða sparisjóðun en sem betur fyrir tók ekki allir sparisjóðu þátt í því. Nei. En það sem gerist þegar fóru að halla hér undan fæti í mínikrísunni sem var engin mínikrísa, bankarnir voru fallnir 2006, að þá fóru þeir og sko fóru að soga til sín sparisjóðuna til að nálgast góð eignasöfn þeirra og innlán til þess að stækka sinn efnahagsreikning og þetta var komið á þann stað að ykkur af þessum sjóðum voru að sogast inn í stóru bankana og svo því miður, þú manst eftir sparisjóðabankana sem að breyttist í Æsbank og allt þetta. Já. Svo voru þessi litlu flottu sjóðir sem voru það allavega hér áður fyrr notaðir sko sem millistykki í ástarbréfakeðjunni manstu sem og þá fóru bankarnir með bréf til þeirra og þá sendu bara í leigubíl og svo voru þeir látnir fá gjaldin í Seðlabankanum en það voru alltaf stóru bankarnir sem stóðu bak við það. Það er nú eitt sem að það er líka athyglisvert að það voru rík tengsl á milli gamla Kaupþingsbankans og sparisjóða. Já. Og það er þeir sem sátu í stjórn sparisjóða. Þeir voru komnir í stjórn Kaupþings. Já. Sérstaklega einn maður. Já. Og svo var byr glitnabráð sko. Þannig að það upphófst mikið kapplubann en sjóðirnir sumir út á landi lét ekki ginnast. Veistu eitthvað það hvort að sérstakur eða núna hér að saksóknar hafi verið að skoða þessi mál sérstaklega og tekið á einhverjum þessu mál? Já, eins og segi, það var einn maður sem ég man eftir sem var dæmdur hjá Sparisjóðnum í Keflavík en ég hef alltaf forðast það að vera eitthvað að spurjast fyrir það eða ræða það því að ég bara valdmörk mín ná ekki þangað og við verum að treysta okkar rannsóknar embættum. En vitum við eitthvað meira núna þegar þeir eru að skoða þetta þessi mál? Er að koma fram meiri upplýsingar og betri? Þannig að nei, raunverulega liggja allar upplýsingar fyrir nema þá eins og segi það náttúrulega þarf að taka þennan aðila sem að fóru nefndinni og hvers vegna hún yfirgaf vinnuna. Ég spyr mig, var það pólitískur þrýstingur? Að fá okkur aðra niðurstöðu í nefndarskil eða hvað? Maður spyr sig. Þess vegna er mjög mikilvægt að fá það á hreint. Nú þetta liggur fyrir en þetta gefur forsmekkin fyrir stóramálið sem að einkavæðing stóru bankana hins einni. Já. Og þetta bara svona smakk af því, brot af þeim upphæðum sem þar ræðir. En sömu verkfæri notuð, sömu rök, ríkissjóður opnaður upp á gátt, vera mjög undirgefin við kröfuhafa, láta raunverulega allt eftir þeim, allt sem beðið var fela skjölin og upplýsingar fela skjöl þannig að þetta er bara eins og ég segi, þetta er hérna litla krækiberið en hitt máli býður sem er stóra melóna. En ef við lítum á þetta svona að menn komast upp með það, ég er ekki að segja þeir munu vonandi ekki gera það, komast upp með það að fela öll þessi skjöl komið vekk fyrir það að hægt verið að fjalla þetta. Þeim hefur tekist mennilega að samfæra suma það, þetta sé bara vitleisa, sé engi skjöl, ég talaði við Árna Pál daginn og hann sagði að það væri ekki dauðalisti og ég veit ekki, það kannski farið þessi leið að segja að þetta sé ekki til. En ef það myndi ekkert gerast í þessu, svo eftir nokkur ár, þá myndi þetta endurtaka sig. Og þá getur menn vísaði það fordæmi, það var ekki gefin upp neinar upplýsingar málin hér áður fyrir þá ætti ekki að gera það í þessu nýjasta spillingamál. Sko þetta er náttúrulega svakalegt ef þetta á eftir að standa svona. Alveg svakalegt og ef að það er komin lína hjá samfylkingunum vinstri grænum að það sé ekki til dauðalisti þá er þetta bara samlíking við það að á ákveðinu svæði í Þýskalandi segja Þjóðverjar að Arnarheiðri sé ekki til. Já. Þetta er þöggunarburðir og þetta er
meinloka og þeim hefur nú alltaf tekist vel að gleyma sínum verkum þessum tveimur flokkum Samfylkingu og Vinstri grænum því að nú eru þessi mál Pétur í nútíðinni sko. Já, en það er svolítið aðeins komast kannski menn upp með það að neita tilvist. Já, eins og til dæmis það að vantar fundagerð 1 og 13 frá stýrihópnum og það er bara sagt sko, fyrst var þetta misvísandi að annarkvort hafi þær ekki verið skrifaðar eða þær týndar og svo er búið að gefa línu núna þær hafi bara alls ekki verið skrifaðar. Ég hef sagt þetta áður í þættíðar, þvílíkt endamis rugl því að það er ekkert í ráðuneytunum sem að getur farið þar inn eða út nema að það sé skrifað og fundur bókaður hana. Ég minn aftur á það að landsdómur var kallaður saman út af skorti meðal annars á fundagerðum sko. Sjáðu, og að einhverju fundir hafi ekki verið skráðir og svo gerist þetta þarna 2009 og 2010 sko, hvaða rugl er þetta bara að segja og svo eins og ég segi þeir virðast Samfylkingin, þeir þingmenn sem sitta á þingi fyrir Samfylkinguna virðast alveg að hafa haft hann hæfileika geta tekið það út úr sínu heilabúi að Samfylkingin satt 6 ára ríkisstjórn og satt í hrunstjórninni, satt með Steingrími og Vinstri grænum 4 ára í ríkisstjórn og kannast ekki við dauðalistan og kannast ekki við að neitt hafi verið skrítið hér að síðasta kjörtímabil. Það bráði til, manstu þegar Árni Páll skrifaði bréfið, þá bráði af honum þarna þegar hann var komin í tilvistakreppu sem formaður í sínum eigin flokki, skrifaði bréf til flokksmann og sagði, taldi upp öll stefnumál fyrir ríkisstjórnar og sagði þetta hefði eiginlega bara allt sem hefði verið mistök. Hann fekk smá svona athygli og umfjöllun það, svo er hann alveg dottinn inn í skápinn aftur. Þetta var svona skriftamál Já, þetta var svona skriftamál sem að var komin, það var eins og náttúrulega að fara að opna sig með þetta allt og tjá alþjóð það hvað fór fram á síðasta kjörtímabili en svo bara allt í hennu hrökk hann aftur hann í skúffuna og hefur ekki litið upp úr henni aftur fyrir hann að hjálp blaðamönnum að fund og ætlar að gefa kost á sér áfram sem formaður Samfylkingarinnar með allt þetta hafur task í skottinu sem hann var að tala að hefði verið rangt af Samfylkingunni að taka þátt í. En það þannig, nú ég rætti við hann Helga Hjörvar núna, ég hef nú verið að ræða við Samfylkingamenn og þingmenn og þeir eru nú að fara í formanskjör og hann segir að það er bara að birta þetta allt saman, Helgi. Fagna öllum stuðningi, ég fagnaði líka mjög þessu þegar Árni Páll kom fram og birta þetta allt en það næri ekkert lengra en í útvarpsviðtöl. Þessi yfirlýsing þeirra. Það er nú bara þannig, því miður. Því að ég fæ engan stuðning í þinginu fyrir því frá þessum flokkum að birta þessu gögn, engan. En þú hefur náttúrulega þínir samherjar í Framsóknarflokknum styðja þig. Allir sem einn maður. En síðan það spurningu samstarfsflokkin. Líka, þannig að það er verið að vinna í því núna að aflétta þessum trúnað af þessum gögnum. Já, þannig að við megum eiga vona því Vigdís að á næstunni þá fáum að sjá dauðalistan og kannski innihaldið í svartabóksinu. Ég einbeiti mig bara að þessu máli sem er niður í þingi. Það er nógu umfangsmikið. Sérðu þetta snýst einkavæðingu bankarna seinni. Það er ekki að þýða þessi skjöl úr þessu enska lagamáli yfir á íslensku? Jú, eða gera úrdrátt úr þeim. Það eru komnar fram svo margar upplýsingar samt sem eru opinberar. Eins og til dæmis það að Víglundur Þorsteinsson lét þýða allar fundargerðir stýrihópsins sem eru til. Það eru til mikið opinberum upplýsingu, svo er ég búin að vera að vinna í þessu hvað er þarna á nefndarsviði og það er komin heildarmynd á þetta og ég er að segja það Pétur, heildarmyndin er raunverulega sprónskíslan. Þetta er afar mikið líkindi með þessum málum enda málin unnin bæði undir sama fórustumanni Steingrími J. Sigfússyni Vinstri grænum sama aðferðafræði en það var sömu gagnaðila ræða kröfuhafa og það var sömu aðila ræða hér fyrir hönd Íslenska ríkisins að gefa sem mest eftir og bugta svo beygja fyrir erlendu valdi bugta svo beygja fyrir alþjóðagjaldeyrissjóðnum bugta svo beygja fyrir kröfuhöfum og allt hékk þetta á spýtunni að það var til dæmis inni ESB umsókn bugta sig og beigja æsefmálinu þú manst nú hvernig það allt saman var engin smá barátta sem við háðum framsóknum enn í því og margir hér þetta var bara línan allir Íslendingar sem að tóku þátt í þjóðaratkvæðagreiðslum sem að
sko knésettu þetta mál. Þetta var bara þessi aðferðafræði þessum tíma og það verið að upplýsa það. En Vigdís, sko, mér langar að spyrja þig, þessi leið sem var valin af þessari ríkisstjórn á sínum tíma, leit hún til þess að sumir nutu það góðs af þessum ákvörðunum og framkvæmdinni eins og hún var hjá síðustu ríkisstjórn að þeir bara fjárhagslega nutu verulega góðs af því að farið var þessi leið. Ég meina það það sem stóra spurningin í þessu. Já, eins og fór inn á, það bara, kröfuhafar nutu alls í þessari leið. Og þeir sem nutu velvildar og voru taldi vera með lífvænleg fyrirtæki. Já, svo það, og ekki bara þeir sem áttu lífvænlegu fyrirtækin heldur nutu ykkurir góðir aðilar þess að fá fyrirtækin á slikk sem var búið að rífa frá öðrum eigendum. Svo það líka. Og eins og þetta kemur núna fram, ég veit ekki hvernig það gerðist inn í Arion banka að fyrrum framkvæmdastjóri Framsóknarflokksins var allt í einu komið BM allavega í hendurnar. Ég á eftir að skoða það, allt saman. Það var eitthvað lítið hluti. Já, eða skilur mig, þú veist á eitthvað hluti því og ég veit ekki ennþá hverju viðskiptafélagarnir eru, en það mjög kaldranalegt að litli neistinn sem að fær mig inn þetta mál, Víglundamálið og BM Vallá, skulu svo akkurat tengjast flokknum síðar með þessum hætti. Já. Og þú ert alveg og ég lýsi því bara yfir að það stoppar mig ekkert í þessu máli. Andstæðingar minni segja nú búið að draga tennunar og Vigdís Hauksdóttir, nú verður hún að hætta þessu máli. Við þess aðalega segja því miður það óskhyggja. Þeir halda að þú munir sína flokkshóllustu eða lúta flokksræði innan Framsóknarflokksins og hætta við málið vegna þess að framkvæmdastjórinn á þessu stíi talin verið tengdur þessu. Að sjálfsögðu geri ég það ekki. Ég hef aldrei tilheyrt þessum flokksaga með þessum hætti. Ég fer eftir hjarta mín og réttlætiskend og ég sé að þessi einkavæðing Steingríms var svo ótrúlega galinn og kostaði skattgreiðendur svo mikið á sama tíma og hann hjó hér niður heilbrigðiskerfi, menntakerfi, vegakerfi, löggæslu og annað, grunnþjónustuna, að það verður bara að koma upp á borðið til að sýna innræti síðustu ríkisstjórnar sem að fór fram undir fölskum merkjum. En þú spyrð líka hverju nutu góðs af. Já. Það voru absolutt kröfuhafar eins og í sparisjóðsmálunum. Já. Svo var ég alltaf á síðasta kjörtíð að spyrja, hverjir eru þessir andlislausu kröfuhafar? Já. Hverjir eru þeir? Og svo við tökum þetta svona í tímalínu, þá það þannig að kröfuhafar eru jafnvel, nú ég ekki búin að sjá neinn gögn varðandi það hverjir hinnir alræmdu kröfuhafar eru jafnvel, eins og hefur kannski komið fram í þessum Panamaskjölum, Íslendingar búsettir erlendis og erlenda eignarhaldið kemur í gegnum erlend félög. Erlenda lögmannsstofur sem koma fram fyrir vogunarsjóða sem að við fáum ekki að vita eignarhaldið á vegna þess að það ekki lög í landinu sem gerir kröfum að upplýsa eignarhald vogunarsjóða. Já, og það var meira þessi áréttað 2012 í tíð Samfylkingur og Vinstri grænna, það var ómögulegt að komast að því. Að setja lögum það var ekkert ómögulegt. Já, eða sem sagt það var hnykt á því að það mætti ekki, skilurðu. Nei, þetta náttúrulega, en sjáðu Pétur, þannig að erlendi kröfuhafar í lok flækjurnar og endans og í gegnum eignarhaldið allt, eins og þetta búið að sína fram á félag sem í þessu félag og hérna Luxemburg og svo Tortól og svo þú sjáðu, eru Íslendingar. Þannig að þessir erlendu kröfuhafar gætu alveg þegar upp staðið meir og minna verið Íslendingar. Það eitt félag hann á Írlandi. Svo kalluð útrásarvíkingur. Á Írlandi, það verður að tala eitt félag þar sem að vogunarsjóður og einhverjir ameríski líka, en svona út frá svona almenn svona heilbrigður skynsemi þá sjá menn það að þessi vogunarsjóðir sem að starfa í skótum allt með mörg þúsund fyrirtæki í siktinu að þeir færi nú alla einblín á Ísland nema þeir hefðu einhverju sem þekktu til aðstæðina hér og hvað var að gerast og það auðvitað sá hópur sem þú ert að vísa til. Þeir auðvitað geta að sé þetta á netinu hvað hægt að kaupa svokallum ónýtum kröfum eða hlutdeild í ónýtum böngum eða þeir geta það en þeir hafa sjálfsagt ekki það mikla þekkingu á aðstæðum hér, þeir þurfa að fá einhverja þekkingu þar. Að sjálfsögðu og svo bara það náttúrulega þessi vogunarsjóður og þessi tröstsjóður og hvað þetta heitir allt sem hann auðvitað eru
við erum ekki fætikær, auðvitað eru ykkurir íslenskir útrásavíkingar eigandi þannig þessum sjóðum. Fáum ekki að vita það. Hvernig hefur komast að því þegar það er ekki nokkur einasta leið að komast að eignarhaldinu í þessu? Þetta allt einhvern veginn lokað. Ef það hefði verið sett lög það, þá bara gefa upp, annars fá þeir ekkert borgað. Já, það er auðvaldra að tala nýja að komast, þú veist, ég bara ekki komin þangað ennþá að finna út úr því að ég búin að vera svo upptekið með að skoða akkurat nákvæmlega. Já, bara þetta atriði sýni hvað hvílíkt hald þessir sjóðir og vogunarsjóðir hafa haft á mönnu hér í embættismannakerfinu og stjórnmálamönnum. Að það skildi ekki vera tekið á þessu strax að upplýsa eignarhaldi. Ég talaði nú það hérna fyrir mörgum mánuðum síðan, þegar síðustu kosningar voru alþingiskosningar, einmitt þetta atriði að samþykkja lög að gefa upp hverjir væri í þessum sjóðum. Við erum með lög frá 2005 velbréfasjóði, akkur ekki vogunarsjóði. Er eitthvað sem bannar það að það séu sett lög á Íslandi? Nei, við erum ennþá fullvalda ríki ennþá og þess vegna hefði þetta verið ekki segja ennþá, við ætlum að vera það bara áfram. Já, ennþá, en má ég setja upp smá tímalínu hjá þér? Það voru hér aðilar sem áttu bankana, skipt á milli sem bankunum. Bankakerfi hrynur. Í millitíðinu voru þið búin að hreinsa bankana alla að innan og fara með peningana erlendis. Hér fer fram endurreisnaferli, ríki kemur fjármagn inn í nýja banka endurreista, þá brugð á það ráð að taka hérna 20% leið Seðlabankans til að fjárfesta nú í nýju fyrirtækjum og gefa þeim aðilum sem ættu fjármagn erlendis kost á því að fjármagna. Þá koma inn með peningana sína á 20% afslætti. Á þess að kanna uppruna fjármagn. Þetta geta verið peningaþvættir þessu. Já, ég meina kannski ekki peningaþvætti þegar Seðlabankin á í hlut. Nei, en áður að peningarnir hafi áður, skilur við, fyrir í orsakakeðjunum. Já, þannig að þetta er alveg svakalegt að maður einfaldar myndina niður í þetta og svo er þessi sömu aðilar orðið stöndug og flott fyrirtæki hér á landi, sjáðu til. Og í samráði og með aðstoð líka og í sameiningu með lífeyrissjóðum. Já, lífeyrissjóðunni spila nefnilega stóra rull í þessu. Já, þeir gera það. Mjög stóra rull og þeir eru í mikilli fjárfestingaþörf, þannig að sko þetta er ferillin. Já. Og eins og ykkur segir sko besta leiðin til þess að fá lán í banka, það eiga bankan og stjórnum. Já. Það var það bara hreinlega sem gerðist. Og almenningu borgar. Já, og náttúrulega líka eins og sér til dæmis með samkeppnisaðil ykkar sem kom þarna fram varðandi sko tökum bara, ég tek sem dæmi, það var nú aðilar sem að töpuðu að talið 1000 milljörðum sem var afskrifað í bankakerfinu á viðkomandi aðila. Þessir aðilar eru komnir inn í landið aftur með peningað utan og eru farnar að fjárfesta hér á fullu. Já. Þannig að sko hvað er hægt að gera í þessu? Þetta er ofsalega óhugulegt að maður hugsa þetta með þessum hætti. Þið að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegisþætti er Vigdís Hauksdóttir. Hún er alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, en við ætlum núna að fá auglýsingahlé stutt og svo höldum við umræðuna áfram eftir auglýsingahlé. Útvarpssaga á Flúðum, FM 99,1. Hreinsun og flutningar auglýsa. Meira prófsbílstjórar óskast á Stór-Reykjavíkursvæðinu við akstur á ruslagámum og tilfallandi störfum. Æskilegt að viðkomandi hafi reynslu af vörubílaakstri. Íslensku kunnátta æskileg. Hreinsun og flutningar. Sími 567 5111. 567 5111. Aðalverkstæðið tilkynnir. Sinntu Hyundai-bílnum þínum. Láttu aðalverkstæðið fara yfir bílinn. Fáðu betri þjónustu, fáðu betra verð. Aðalverkstæðið, Malarhöfða 2, sími 577 40 04. Súper tilboð á andadúnsængum, aðeins 21.900. Dún og Fíður, Laugavegi. Aloe Vera, ofurfæða náttúrunnar. Aloe Vera er hrein náttúruafurð sem inniheldur öll vítamín, steinefni og snefilefni sem líkaminn þarfnast til að viðhalda heilbrigði. Eflir ónæmiskerfið og kemur jafnvægi á líkamsstarfsemina. Góð heilsa er gulli betri. 60 daga endurgreiðsluréttur, sjálfstæðir söluaðilar.
Við erum við síma núna, Hlíf og Magnús, sími 822 82 44, 822 82 44. One Systems býður hagkvæmar lausnir í skjalamálum fyrirtækja og sveitarfélaga með áherslu á rekjanleika, auðveldan aðgang og gegnsæi. One Systems íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga. Eru vorverkin framundan? Er komin tíma á framkvæmdir í garðinum og þarf að skipta lagnir? Er innkeyrslan í ólagi eða ert í byggingahugleiðingum? Við bjóðum upp á alla almenna jarðvinnu. Markmið okkar er heiðarleiki og vöndu vinnubrögð. Gröfuverk sími 770 1756 770 1756. Fánar. Það er okkar sérgrein í fánasmiðjunni. Hafið sambandi síma 577 2020 og fáið verðtilboð. Einnig erum við með margskonar merkingar svo sem limmiða og fleira. Einnig erum við með fánastangir í öllum stærðum og gerðum. Frekari upplýsingar á fánar.is eða fánasmiðjan sími 577 2020 577 2020. Nú hefur gamla góða silikólið fengið nýtt nafn og heiti nú Resilíka. Það skiptir ekki máli hvort þú ert með nábít eða iðrakvissu. Rannsóknir hafa sýnt að 2-3 matskeið á dag af Resilíka kemur jafnvægi á maga og þarma. Mundu, nú heitir það Resilíka og er á einstöku tilboði í öllum apótekum. Tökum að okkur allt almennt viðhald húsa, svo sem málun, múrun, flísar og parkettlagnir og trésmíði. Maggi EM, sími 616 1569, 616 1569. Bernhöfts bakari, handverksbakari í yfir 180 ár. Bernhöfts bakari, Bergstaðastræti 13. Pústkerfi, Bakkabraut 5B Kópavogi við höfnina. Gert við meðan beðið er. 35 ára reynsla. Sími 699 83 30 699 83 30. Bílaréttingar og sprautun, framúr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars Skútuvogi, bílarétting.is. Amerísk og öðruvísi, kostur, Dalvegi. Útvarpsaga í Garðabæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar. Góðir hlustendur, þið að hlusta á útvarp sögu síðdegis þáttin. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur minn í þessum síðdegis þætti er Vigdís Hauksdóttir, alþingismaður og formaður fjárlaga nefndar. Vigdís, nú stendur yfir vinna við fjárlagagerðina og núna í haust þá þarf að leggja fram fjárlagafrumvarpið sem er náttúrulega aðalfrumvarpið sem er lagt fram með þingi. Já. Þingi fer jú með fjárveitingavaldið sem betur fer, ekki ríkisstjórnin nema bara, alþingi fer með fjárveitingavaldið. Hvernig er þetta? Nú eru þingkostningar, það er spáð því að verði, eða spáð, ég vil ekki bara segja, það standi til í október að fara fram þingkostningar og þá ætti þetta fjárlagafrumvarp að liggja fyrir, hvað segir það? Já, þetta er svolítið í tilliti fjárlagana. Er þetta mjög óheppilegur kosningatími. Skrítindi tími. Já, líka út af því að við vorum að samþykkja lögum opinber fjármál sem á að skapa stöðuleika. 5 ára áætlun. Sem byggir einmitt upp á því að fjármálaráðherra hvers tíma skuli leggja fram 5 ára áætlun. Hvernig útgjalda þróun til dæmis er. Og við vorum að ræða það í þingunni í gær. Og þetta lítur mjög vel út því að alla lykiltölur hér á landi eru mjög jákvæðar eins og hagvöxtur og lítið atvinnuleysi og þessar lykiltölur sem að leiði það af sér að það er mjög bjart framundan en samt er inn í fjármála áætluninni forgangsröðun ríkisstjórnarinnar til grunn þjónustunnar, bara þannig ég segi það. En það sem að hins vegar gerist og nú kemur þetta mál er komið inn í fjárlaganemnd og fjármálaráðuneytið var með ítarlega kynningu fyrir fjárlaganemnd í morgun með þessar heildar yfirsýn yfir þetta. Svo tökum við ráðuneytin fyrir í næstu viku og þar við næstu viku á fund til okkar. Hins vegar er ákvæði þingskaparlögum sem segir það að fjárlega frumvarp skuli vera þingskjal númer 1 þegar þing kemur saman að hausti. Þannig að samkvæmt lögum þá ber fjármálaráðherra að skila inn til þingsins fjárlega frumvarpi fyrir árið 2017
og bara frábært og þá sirka vitað heildarlínunar hvað verður í fjárlagafrumvarpi fjármálaráðherra vegna þess að hann er búin að mæla fyrir fjármálaáætluninni sem til 5 ára. Já. Svo fer það í fyrstu umræðu og svo kemur það inn í fjárlaganefnd og þá rofnar ferlið því þá eru kosningar. Já. Og þá tökum við ný ríkisstjórn sem að vonandi tekur mjög skamman tíma að mynda. Já, við vitum ekki. Við vitum það ekki, því að það er fólkið í landinu. Við vitum ekki hver verður forseti það. Nei, fyrir utan það. Hver lætur að hendi stjórnarmyndunar Talandi alla óvissuna sem framöndan. Já, við vitum ekki hver verður það. Þannig að segjum svo að það verður mjög erfitt að mynda hérna ríkisstjórn eftir októberkostningar. Ég sjálf hef ekki heyrt neina dagsetningu, en segjum svo að kostningar verður loka október og það gengur erfiðlega að mynda ríkisstjórn. Já. Hvað þá? Hvað verður þá fjárlagafrumvarpi fyrir 2017 því það verður að samþykja það fyrir 1. janúar 2017. Já, það meiri hluti þingsins að samþykja frumvarpi fyrir áramót. Já, þá verða þingmenn að koma sér saman það að samþykja fjárlagafrumvarp. Þeir verða bara að gera það. Þannig náttúrulega eins og þú veist að það er ekki tekst ekki að samþykja fjárlagafrumvarp fyrir áramót þá er ekki greiðsluheimildir til að greiða út laun fyrir opinbera starfsmenn og til þess að reka ríkisstofnanir, svona svipað eins og gerist af og til í Bandaríkjunum þegar allt er komið í höng þar. Það var kannski svolítið sniðugt það var ekki hægt að greiða ríkissjóð og sjá hvað áhrif það hefði í nokkra mánuði. Já, hvort að gæluverkefnin myndir nokkuð skadast á því? Já, en ef að stjórnarandstaðan kemst til valda og kannski róttækur hluti hennar og þeir vilja allt öðru sér fjárlaga frumvarp heldur en þið eruð að vinna núna þá geta ekki breytt því nema kannski, í meðförum þingsins eitthvað en ekki svo mjög það. Sem betur fyrir eru nú frumvörp alltaf breytalegi meðförum þingsins því annars væru þingmenn einungis stimpilpúðar fyrir framkvæmdavaldið. Já, sem finnst það að vera svolítið. Já, ég meina, við skulum bara vera hreinskilin hér, það er bara þannig. En ég tel að þetta sé ekki vandamál Pétur því að hver ríkisstjórna meiri hluti getur alltaf sett fingramark á fjárlögin og áherslur. Þú veist að þetta er svo róttækir hópar innan í stjórnarandstöðinni ef að þeir ná völdum það náttúrulega, og við veitum ekki hverju verða við völdu í haust, það getur komið 9 flokkar og svo framvegis, þannig að það getur verið bara mjög róttæk krafa sett fram til dæmis borgaralaun eitthvað svoleiðis fyrir almenning. Já, það er eitthvað svoleiðis og þá náttúrulega færum við náttúrulega lóðurétt á hausinn sem ríki. Ég trúi því ekki Pétur þegar upp er staðið því að allir Íslendingar eru mjög skimsamt fólk en við beinið þó að sé kannski birtist með mismunandi hætti. Ég trúi því ekki að sú ríkisstjórn hver sem hún verður sem að kosin verður eftir eða sem að nær sem sagt meiri hluta eða sem sagt stjórnarsetu eftir kosningarnar offri þessum góða árangur sem búið að ná síðastliðin 3 ár undir stjórn þessar ríkisstjórn. Ég bara trúi því ekki. Og farið þá að tefla og tæpast af að hagvöxtur farið niður og nýjanleik og atvinnuleysi aukast. Hefur ekki fylgst með þróun í Venezuela eftir að hann er nú fallin frá hann Hugo Chávez en það tók einhver annar við. Nú, það er alltaf hægt að fara fram skurðaðgerðir á sjúkrahúsin þar vegna þess að Já, ef við tökum borgaralauna upp á 300.000 krónur á mánuði þá getum við alveg glemt því að hérna sína aðhaldi ríkisrekstri samfélag geta hrunið. Absolutt. Eins og að gera fyrir, ég meina 2008 hjá okkur Pétur. Við hrundum raunverulega. En ef þú fylgist með því sem gerast á Venezuela og þeir sitja á mestu oljubirðum í heimi byrju við þetta samfélag og oljuverð var mjög hátt, það breytti engu. Þetta samfélag er núna bara þeir sjá það fyrir bara það að við sjáum hnignun og fall samfélags bara í beinni útsendingu. Þetta gerist í Argentínu líka með hættum og Argentína var blómlegasta ríki í heimi í lok 19. aldar. Já, algjör vaxtarbroddur. Órási og spilling eru vesti óvinnur ríkis. Já, það getur allt gerst hérna á Íslandi. Fólk heldur að það sé svo mikil stöðuleiki og það er mikil miskilning. En enda hefur það komið fram hjá hagfræðingum að það er farið að tikka inn í hagfræðilíkanið ópólitísku stöðuleiki sem sagt á Íslandi. Já. Það er náttúrulega líka varðandi næstu kosningar ef að ákveðni flokkar og líka þessi óvissa sem er koma nýjir flokkar. Já. Það er allt opið raunverulega og náttúrulega fyrst sem er opið eins og bindist á sjálfur það eru forsetakosningarnar. Já.
því að þær virðast ætla að verða mjög hatramar eða miða við fréttir síðustu daga og nú verið að hamast á forsetafrúnni og varðandi þessi skjöl og annað og það getur allt gerst í því. Hvað finnst þér annars það, Vigdís? Við vorum með könnun þetta og það var spurt hvort að forseti Íslands eigi að bera ábyrgð á fjármálum eiginkonu sinnar. Hvað finnst þér svoleiðis við þú? Finnst þér ekki skrítið við það? Já, þú setur mér svolítið erfiða stöðu því að formaður minn og fyrirverandi forsætisráðherra var látin bera ábyrgð á fjármálum sinnar konu. Já, hvað átt hann að gera? Skilja við það bara? Fyrir fyrirgjafn, við bara tali bara opinskátt þetta. Já, fyrst þú ert að tala um ábyrgð maka, ég er að tala um ábyrgð maka, já, og það bara má bara ræða lögfræðilega fjármál hjón og annað, menn hafa alls konar misskildar hugmyndir þetta, en það er alveg ljóst bara út frá því sjónarmiða, nú hefur komið fram krafum að konur væri sjálfstæðari og væri ekki háðar maka sínum og svo framvegis. Núna kemur allt einhverju hallarislega gamaldags krafum það að Ólafur Ragnar Grímsson sé með nefinir í fjármálum eiginkonu sinnar. Af hverju er það? Ég bara svaraði þessu svona. Þetta var kraf á Sigmund Davíð Gunnlaugsson að hann yrði látin sæta ábyrgð með sínu embætti út af fjármálum eiginkonu sinnar. Já. Og lögfræðilega, ég skildi það aldrei því að lögfræðilega er það ránt vegna þess að þetta var hennar einkaeign en ef einhverju spurður ákonaðinn reikning í útlöndum einhver staðar í aflandseyju eitthvað staðar og þá náttúrulega eiginmaðurinn spyr og hann kannski hrekkur við, kannski er hann í beinni útsendingu eins og einn var hér í ráðherrabústaðnum. Ég meina, hann kann ekki við það að fara að tala um fjármál eiginkonu sinnar, er það? Þetta sýnir hvað þetta mál er komið langt inn á eitthvað nýtt svið sem við aldrei séð áður. Þetta er spurning bara um að vera siðmenntaður maður. Þú fer ekki að tala um fjármál eiginkonu þína í beinni útsendingu og þá lendur einhver, hann kom vandræðilega út úr þess og hann hefur sjálfur sagt. En ég meina, hvað eiga menn að gera? Eiga menn að segja, já, ég skal bara fara yfir það hvað konan mín gerir og bara á þess að fá hennar samþykki fyrir því í beinni. Er það hægt? Það er nú í fyrstulega alveg dæmalust að þessi blaðamaður var komin inn á gólfi í ráðherrabústaðnum og raunverulega netið í kringu forsætisráðherra hvers tíma sé ekki öflugur en að það sé bara allt í einhverju komnir inn á gólf hjá forsætisráðherra ríki sko. Það er náttúrulega byrjunin en jú, við skulum bara segja að þetta sé aftur fyrir jafnréttinu. Við skulum bara segja það. Þetta er aftur fyrir jafnréttinu. Þessu leyti, en hitt er annað mál að það er búið að birta þetta út allan heim. Já. Og þá náttúrulega taka íslenski fjölmiðlar þetta upp. Þannig að það er krafa virðist vera hjá, allavega, það er því haldið fram, þessi krafa hjá almenningi að stjórnmálamenn eigi ekki svona reikninga og þess vegna er krafa gerð það að menn viki til hliðar. Er þetta ekki málið? Alveg burt sér frá því hvernig friðhelgi einkalífsins eigi að vera og svo framvegis. Sko það er alltaf svolítið erfitt að setja nýja reglur á nútíma. Það er langt betra að setja ykkur reglur og samfélagsreglur og siðareglur sem að virka þá fram í tíman. Ekki eitthvað sem að kemur fram og æst upp af ykkur jaðarmiðlum skiluru. Nei, ég er að segja það, svona jaðarmiðlum, þetta byrjaði þannig. Ég menn þessi skjöl eru fyrsta lagi þýfi. Já, og það breytir engu vegna þess að þetta er komið út allt. Í öðru lagi hef ég alltaf sagt það er ekkert ólöglegt við þetta því að við undirgengum samningin 1994 og hann gengur út á frjálst flæði fjármagns. Það fjalla mikið þetta og ég sko sé alveg hvað er verið að fjalla og þá er þetta fyrsta lagi má fólk ekki vera í sambúð eða gift erlendum aðilum aðilum sem eiga einhverjar eignir þetta er svona, þetta er komið á þetta stig sko. Menn með að vera, það er allt í lagi en ef að kemur svona dæmi upp við erum bara að hugsa okkur alþingismadur sem er í hjónabandi með erlendum aðila ekki vilja menn bara banna það fyrir að giftast útlendingum með það, heyrðu, býttu nú við og síðan bara veit viðkomandi maki ekkert það að erlendi aðilinn, hann á náttúrulega bankareikning út allt og hún kannski veit hún að hann er efnaði maður en ekkert meira á hún þá að segja af sér þegar það kemur í ljós að hann á reikninga einhvers staðar á Panama eða Hong Kong eða hvað sem það nú er. Hvað segir það?
Nei, þetta er það sem er að gera. Ég veit að það er þetta sem er að gerast út af því er svo skrítið að það sé að setja reglur í samfélaginu sem að ganga út á einhverja afsagnir þegar ekkert ólöglegt hefur verið brotið sjá þau, en það er líka í þessum tveimur málum sem ég er að tala um. Það vissu allir að náttúrulega forsetafrúin náttúrulega var komin af ríku fólki og það fólk hefur verið business, skarkreipasölu, dementasölu. Það vissu það allir fyrir löngu síðan að eiginkona fyrrverandi forsetafráðherra hafði fengið þennan arf, sjáðu. Þetta var allt vita. Nú, þau hjónin þurftu að sita undir því 1. ágúst ár hvert að það var gert róp á þeim og virkir í athugasemdum fóru á hjörunum út af því að þau borguðu svo mikla skatt á Íslandi sem sýndi það hvað þau ættu mikla regnir. Svo sem að bara rann hér inn í samneysluna. Gott að það séu einhverjir sem að eru þó það stöndugur að þeir geti borgað skatta. Sjáðu, halda kannski uppi sem sagt að leggja fram skatta til ríkisins sem að fer til margra fjölskyldna. En svo þegar þetta er komið þá er það heldur ekki í lagi. Og það er orðið svo vanlifað í þessu samfélagi, Pétur. En ég er ekkert að mæla þessu bót. Nei, það er ekki við að segja þetta er svona. Þessi umræða, við verðum að geta tekið þessu umræðu, en þeir sem eru hinum einu og eru að reyna að benda á þetta sé löglegt og þetta sé byggt á grunni ESB regluverks og svoleiðis, þeir sem að gaggrina akkurat nákvæmlega þetta núna, það eru stækir ESB sinnar sem að vilja frjálsflæði fjármagns. Veistu að ég er bara ekki að ná utan þessa vitleysu. En þetta getur haft þau áhrif að forseti Íslands, núverandi, sitjandi forseti Íslands, verði ekki endurkjörin út af þessu máli. Gerir þú grein fyrir því? Pétur, þetta sem er búið að vera að gerast hér undanfarnar vikur og mánuði, veistu hvað þetta er? Þetta er aðför að lýðræðinu. Því að fólk er kosið eins og alþingismenn og forsetar hér á landi til 4 ára í senn, svo er hægt að gera áhlaup á viðkomandi aðila til að hrekja það frá völdum. Þeir kalla þetta lýðræði. Þeir segja, nú bara vitum við meira í forseta. Nei, þetta er áhlaup á lýðræðið. Því að þegar svona fer á stað. Þá verðum að treysta því að kjósendur séu það upplýstir eða geti tekið upplýsta meðvitað ákvörðun það, hvernig ná að taka á það. Algjörlega, en er ég líka eins og ég hef verið að segja, mér fannst það mjög skrítið að forsætisráðherra þurfti að segja eftir út af þessu því að stjórnmálamenn endurnýja umboð sitt í kosningum og út af því vildi ég kosninga strax á þessum grunni út af því að var komin þessi geggjaða krafum það að myndi segja af þessi forsætisráðherra og þá sagði ég stuttan í því og sagði bara kosninga strax, bara endurnýjum allt okkur umboð. Þú var sammála stjórnarandstaðan? Já, og forsætisráðherra fyrirverandi. En þá var það dregið tilbaka því að það er vettvangurinn að koma fólki sem er lýðræðislega kosið frá, það er að losa sig við það í kosningum. Ekki á milli kosninga með svona hinn og þess áhlaupi. Ég hef búin að vera þarna í 7 ár, Pétur. Það er búið að pöngast svo á mér í bæði kommentakerfum og fréttum og ýmsi miðlar til að reyna að koma frá. En ég hef alltaf sagt, ég fer ekkert að lúta í gras fyrir þetta fólk. Andstæðingar mín í pólitík, ég verð kosin í burtu ef þetta fólk vil losna við mig, ekki fyrr. Mér er að segja, gerir ríkisendurskoðandi áhlaup á mig daginn, eins og þú manst. Við verðum að fara að ljúka sem ein spurning, nú var það þannig að forsætisráðherrann steig til hliðar út af þessu máli umfjöllunni, átti ekki 2 aðrir ráðherrar í ríkisstjórn að gera slíkt það sama ef að krafan frá almenningi eða, hvernig sem við tölum við það, kallaði bara frá almenningi, var þessi að ráðherrar mætti ekki sitja sem ráðherrar ef þeir ættu eða makar þeirra reikninga eða félög, aflandsfélög. Akkur átti ekki þá bara allir ráðherrar sem kom að þessu að segja af sér og það hefði gerst í raun og veru ef kosningar hefði farið fram strax. Þetta var fyrst og fremst áhlaup á Framsóknarflokkinn vegna þess að Sigmundur Davíð hafði bara svo mjög á móti kröfuhöfum bæði í ICEF og svo samningum við kröfuhafana á sínum tíma. Nú er forsetinn undir smásjóni áhlaup á hann því að þeir sem að hafa haft horn í síðu hans mjög lengi vilja gjarna losna við hann af Bessastöðum og ég minna á það að David Cameron situr ennþá þrátt fyrir það að hafa gerst raunverulega sekur lögbrot því að hann borgaði ekki erfðafjárskatt sem að er langt raunverulega alvarlega brot heldur en við þekkjum hér á landi. En fjármálaráður við skulum hugsa þetta glóbal. Áttu þau ekki að víkja fyrsta Sigmundur Björg? Það er
algjörlega í þeirra höndum skilur ég meina, ég ætla ekki að fara að skipta mér af hérna ráðherrum í öðrum flokkum eða annara flokka sko þingmönnum en ég er bara svona segja mína skoðun á þessu. Já, ég veit það, þú segir þína skoðun. Þakka ég fyrir það, Vigdís Hauksdóttir, alþingismaður og formaður fjárlaganefndar, og ég vil þakka hlustendum út á sögu, en síðdegisþátturinn heldur áfram og við förum yfir til Rússlands væntanlega í núna næst. Takk. Útvarpssaga í Grímsnesi, FM 99,1. Þetta sól? Þetta einn kaldur í sólinni? Þetta einn með grillinu? Þetta svo einn enn? Þetta brenna? Þetta sól, magalíf frá Alvogen, fæst án lífseðils í næsta apóteki. Nú með afslætti hjá Líf og heilsu og apótekaranum. Og ég hlustaði, ég skoðaði. Rúnar Þór og gestir á Kaffi Rosenberg 14. maí næstkomandi í tilefni útgáfu tónleikadiska með lögum Rúnars Þórs. Diskar verða til sölu á staðnum, gestir Páll Rósinkrans, Þórir Úlfars, Tryggvi Hubner, Siggi Árna og Rúnar Vilbergs, miðasala á Kaffi Rosenberg, afgangseyri krónur 2000. Ekki missa af einstökum tónleikum á Kaffi Rosenberg. Þeir kalla þetta stríð, þessa hatursblindu hríð og fela sig á bak við boðum trú. Þarf að rétta af legsteinin. Granithöllin tekur að sér að rétta af legsteina og beðrama. Sjá nánar á granithöllin.is. Granithöllin legsteinar, Bæjarhrauni, Hafnarfirði. Af hverju að geyma fé hjá banka eða leigusala? Keyptu tryggingu, það meira öryggi í því. Leiguvernd.is. Ég velti því fyrir mér. Af hverju að vera með viðbótarlífeyri? Jú, ég get fengið alltaf 50% meiri lífeyri við starfslok. Þetta engin spurning. Viðbótarlífeyrir nauðsyn. Allianz tryggir þína framtíð. Góður matur þarf góða sósu. Finnsson, sósan sem fullkomnar. Uppsetningar á pústkerfum í allar gerðir bifreiða. Sérsmíði, elsta pústverkstæði landsins, Fjöðrin, Dugguvogi 21, sími 588 25 55. Íslensk hollusta hefur opnað lagersölu í Hólshrauni 5 Hafnarfirði. Hollustu vörur úr íslensku hráefni. Opið frá klukkan 10 til 16. Íslensk hollusta. 5 vikna vornámskeið hefst 9. maí fyrir 60 ára pluss. Innritun í síma 581 37 30 581 37 30. Líkamsrækt JSB. Undri garðarhreinsir virkar vel í garðinn á grillið, pallinn og pottinn. Hreinsar burt mosa og græna slikju. Verndum náttúruna, notum undra. Fæst í garðheimum, Bíkó, húsasmiðjunni og fleiri verslunum. Garðsapótek, einkarekið apótek í yfir 50 ár. Lágt lyfjaverð, góð þjónusta. Garðsapótek, Sogavegi við Réttarholtsveg. Garðsapótek.is. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12 kynnir, glæsilegt úrval freistandi fiskrétta, eitt landsins mesta úrval af ferskum fiski, sjósíinn fiskur, flattur saltfiskur, gellur, kinnar, súr hvalur og nýr rauðmagi. Fallegur humar og humarsúpan okkar fræga. Það eru allir velkomni til okkar á Sundlaugaveginn og það ávallt heitt á könnunni. Fiskbúðin Sundlaugavegi 12, sími 568 6003. 568 6003. Styður þú útvarp sögu, frjálsa og óháða þjóðfélagsumræðu á Íslandi. Stöndum vörð tjáningafrelsið, höfnum þöggun og ritskoðun. Styrktarreikningur útvarp sögu í Arion banka, aðalútibúi Borgartúni, banki 301, höfubók 26, reikningur 111100. Upplýsingar má finna á heimasíðu stöðvarinnar á útvarpsaga.is. Takk fyrir að hlusta. Útvarpsaga og útvarp